Hvaða tilfinningar ert að upplifa núna fyrir? Ég bara hræður sko, bara ótrúlega hræður, stoltur af því að ég var að tala með mann sjálfmæs, ég er svo stoltur af Hjálmari. Það var hrikalega erfið vetur fyrir hann, þannig að ótrúlega stoltur af honum sérstaklega, en bara liðinu. Þetta er fílík frammistaða hjá hópnum og varnarleikur sem við byggðum upp að og bara þessi þrautsegja og allt sem þetta liðið er búin að sýna, þetta er bara magna. Þessi sería, er þetta eitthvað sem fer í sögubætur, eitthvað sem þér finnst fara í sögubætur? Ég held ég aldrei upplega jafn lítið kontról. Stólarnir gerðum frábærlega ít okkur út úr öllu sem við viljum gera og við vorum fann að spila einhvern allt annan sóknarleik heldur við spilaði allan vetur. Og stórt hrós á þá fyrir það og bara hvernig Baldur er búinn að snúa þessu liði við. Veit alveg hvernig stemmingin var norðan í kringum jólin og hvernig hann er búinn að fara með þetta úr öskustónu upp í þetta er magnað en að við náum að breyta okkur enninu sinni og ná að krafsa okkur í gegnum þetta er til marks bara strákana og þeir eru þetta skuldlaust. Þessi dagur, hvernig myndir þú lýsa honum? Bara frábærum, ég er bara fullkomnum, ég veit ekki. Þetta er bara svona stór moment, maður veit aldrei hvernig maður lendir aftur í stuði að fá við úrslitum. Þetta er forréttindi, hvað þá að fara í 8 leik og eins og segi, maður veit aldrei hvernig maður lendir í aftur. Þannig að við ákveðum að njóta momentsins og við erum sannlega búin að gera það. Þegar þú komst í Val, bjóstu við að vera komin á þennan stað svona fljótt? Alls ekki, við settum okkur bara, ætlum okkur að koma liðinu í svona top 6 baráttu svona ár eftir ár og vitandi það að stundum gengur og stundum ekki, við náðum í 4. sætinu fyrra, 3. sætinu í ár, það vorum við svaka erfiðir í seríu fyrra, svo einhvern veginn í ár, einhvern veginn fer þetta stað og ef maður er alltaf við toppinn og reynir þá smellir þetta einhvern tímann en vitum þetta er erfitt, það eru fullt af liðum og stólarnir eru búin að fara í úrslita oft og hafa ekki náð þessu en að við náum þetta í annarri tilraun er magnað. Takk fyrir þetta Finnur og fagnaði.